Góðan daginn og verið hjartalega velkomin að skjánum á árlegan skattadag Deloitte, Viðskiptaráðs Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Skattadagurinn hefur fest sig rækilega í sessi sem mikilvægur umræðuvettvangur fyrir þróun og mögulegar umbætur í skattamálum hérlendis. Ekki verður breyting þar á í ár og þó að hann sé nú haldinn með óvenjulegu sniði hefur það einungis gefið okkur tækifæri til að heyra í fleira fólki og ná til fleiri áhorfenda. Erindin í dag eru bæði fjölbreytt og viðeigandi með hliðsjón af þeim spurningum sem við stöndum frammi fyrir. Á því ári sem nú var að líða undir lok voru skattar ekki endilega efstir í huga ráðamanna og eðlilega á meðan baráttan við veiruna stóð og stendur yfir. Að því sögðu þá hafa skattar samt sem áður leikið stórt hlutverk í aðgerðum stjórnvalda til að bregðast við efnahagslegum áhrifum veirunar. Frestun skattgreiðslna, lækkun tekjuskatts og tryggingagjalds eru aðeins örfá dæmi þeirra aðgerða sem stjórnvöld hafa gripið til á liðnum mánuðum. Nú þegar við sjáum fyrir endan á þessari baráttu er það áskorun stjórnvalda að tryggja kröftuga efnahagslega viðspyrnu á næstu árum. Þar mun skattkerfið skipta miklu og ef rétt verður haldið á spöðunum getur það hjálpað einstaklingum og fyrirtækjum að spyrna kröftugar við fótum en þau annars hefðu gert. Á þessum tímum er þeim mun mikilvægara að skattkerfið sé einfalt, skilvirkt og skiljanlegt. Það er ótækt að íþyngja fyrirtækjum bæði með háum sköttum og flóknu skattaumhverfi með frumskógi reglna. Á almennum nótum er einfalt, skilvirkt og skiljanlegt skattkerfi þar að auki ákjósanlegt burt séð frá því hvernig viðrar í ríkisfjármálum og efnahagslífi. Í samræmi við það sem einhver sagði skatta á dauðan er það því ekki aðeins áskorun til skemmri tíma að skattkerfið búi yfir þessum eiginleikum, heldur eilífðar áskorun. Það verður áhugavert að heyra hér í dag hvaða breytingar hafa átt sér stað síðastliðið ár og hvaða skref megi taka til þess að takast á við þær áskorunir sem framundan eru. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra mun venju samkvæmt hefja leika á opnunar ávarpi. Ágætu fundagestir, eða ég ætti kannski að segja góðir áhorfendur. Nú ég hef fengið að ávarpa þessa góðu samkomu nokkuð oft og yfirleitt byrja ég á tali að við eigum viðburðaríkt og krefjandi ár að baki en sá hluti ræðunnar flýtur sig að mestu leyti sjálfur held ég að þessu sinni. Ótrúlega krefjandi ár sem að við erum að skilja við. Árið 2020 bauð ekki bara upp á snjóflóð og aurskriður og óveður, heldur var það undirlagt heimsfaraldri með tilheyrandi stormi á öllum sviðum samfélagsins. Þetta sést best á því að í dag eru hér engir eiginlegir gestir, heldur er ég að tala hér við myndavélina, með fáa í kringum mig. Við leysum málin hins vegar ágætlega miðað við aðstæður. Nú, verkefni framundan er ærið og það snýst ekki bara að viðhalda stöðuleika, heldur að takast á við þessa dýpstu kreppu sem við höfum séð í 100 ár. Óhjákvæmilega verður þetta ávarp að mestu leyti helgað kórónukreppunni og hvernig við höfum og hvernig við ætlum að beita skattkerfinu til að takast á við áfallið. Þegar stormurinn skall á í mars á síðasta ári, þá stóðum við á traustum grunni. Á því hagvaxtarskeiði sem við höfum lifað undanfarin ár höfðum við styrkt fjárhag hins opinbera verulega með ábyrgri fjármálastefnu, ríkisfjármálastefnu. Við höfum þannig rekið ríkissjóð með afgangi, greitt niður skuldir og við höfum sömuleiðis verið að byggja upp viðnámsþrótt í fjármálakerfinu. Sterk staða fjármálakerfisins hefur nefnilega skipt mjög miklu undanfarið ár. Í þessari miklu efnahagslægð skipti öllu að bankarnir hefðu styrk til að standast álagið og það sem meiru skiptir að standa með viðskiptamönnum sínum. Hér má nefna sömuleiðis að gjaldeyrisforði Seðlabankans er orðinn afar öflugur og vaxtastefna sem að Seðlabankinn hefur fylgt skapaði svigrúm til vaxtalækkana á réttum tíma. Skuldir sveitarfélagana hafa verið að lækka undanfarin áratug, skuldir fyrirtækja og heimila hafa sömuleiðis lækkað verulega og allt leggst þetta saman til þess að skapa stöðu
sem að miklu skiptir að muna og hafa í huga þegar við veltum fyrir okkur þeirri stöðu sem að hagkerfi okkar var í þegar að við stóðum frammi fyrir áhrifum af þessum heimsfaraldri. Við skulum þess vegna muna þetta því stefna sem byggir á fyrirhyggju og aðhaldi hefur ekkert alltaf verið vinsæl þegar vel árar. Spurning sem ég hef oft staðið frammi fyrir í viðtalsþáttum, í útvarpi, sjónvarpi, hvarvetna á undanförnum árum. Bjarni, hvers vegna leggur ekki til að verja frekari fjármunum í vanfjármögnum verkefni en að skila afgangi? Til hvers að skila afgangi á fjárlögum þegar öll þessi verkefni eru vanfjármögnuð? Og það hefur stundum reynt á þolinmæði til þess að fara yfir það með spyrjendum og út af fyrir sig skiljanlegt vegna þess að verkefnin eru oft á tíðum endalaus. En við skulum muna þetta núna að það er á grundvelli þess að við höfum verið að byggja upp viðnámsþrótt víða í hagkerfinu sem við erum núna að ráðast í einhverjar umfangsmestu stuðnings- og viðspyrnu aðgerðir sögunar. Ég ætla í mínu máli sérstaklega að beina sjónum mínum að ríkisstjórninu og þinginu, því sem að við höfum verið að leggja til, en að sjálfsögðu eins og ég hef hér aðeins komið inn á, þá hafa önnur stjórntæki einnig reynst mikilvæg, þar sem Seðlabankinn hefur verið að gera og auðvitað eru fjármálafyrirtækin með ráðstafanir sem að líka skipta miklu máli. En úrræðin sem að við höfum verið að beita okkur fyrir eru nú orðin á annan tug. Þetta eru ráðningarstyrkir, hlutabætur, laun í sóttkví, tekjutengdar atvinnuleysisbætur, ferðagjöf, tekjufallsstyrkir, lokunarstyrkir, viðspyrnustyrkir og ég get haldið áfram að telja einstök sértæk úrræði og það má eiginlega segja að það stofnanir sem að við búum yfir í stjórnkerfi okkar hafi verið meira og minna undirlagðar af því að undirbúa og framkvæma úrræðin sem að ég hef hér verið að telja upp. Og þetta á við ekki bara undanfarna mánuði þegar að lög hafa verið að renna í gegnum þingið, heldur á þetta í raun og veru við alveg frá upphafsdögum þessa faraldurs. Og þar hafa margir lyft grettistaki, það bara full ástæða til þess að minna sérstaklega á starfsfólk í stjórnkerfinu sem hefur þarna borið hitann og þungan af allri vinnunni, bæði starfsfólk skattsins og í mínu ráðuneyti eru stórir hópar fólks sem að ekki ofta að koma fram og tala fyrir málum en hafa borið hitann og þungan af smíði og síðan framkvæmd þessara úrræða. Og ég ætla bara að segja það sem ráðherra í stóru ráðuneyti að það býr ótrúlega mikil styrkur í opinbera stjórnkerfinu og hann sýnir sig við þær aðstæður sem að hér hafa skapast nú. Þeir sem taka þátt hér í dag vita, tel ég, að leiðin út úr kreppunni felst ekki í frekari útþenslu hins opinbera, heldur öflugri verðmætasköpun allstaðar í samfélaginu. Með slíkri verðmætasköpun rennum við styrkum stoðum undir samkeppnishæft þjóðfélag og áframhaldandi hagsæld. Ég held við höfum í sjálfu sér sjaldan séð jafn skýrt dæmi hvað gerist í opinberum fjármálum ef að verðmætasköpunin ekki lengur til staðar. Í stuttu máli sjáum við það núna í fjárlögum yfirstandandi árs, þar sem að við erum í raun og veru með 40% halla ef við skoðum hallan sem hlutfall af tekjum ríkisins á árinu 2021. Það nær eingöngu vegna þess að það samdráttur í einkageiranum. Og með þetta í huga hafa úrræði stjórnvalda undanfarna mánuði ekki bara gengið út á beinar ívilnanir og stuðning, heldur ekki síður að koma súrefni út til atvinnulífsins og það gerum við meðal annars með því að lækka álögur á bæði heimilin og fyrirtækin. Sanngjarnt, hvetjandi og gagnsætt skattkerfi þannig alltaf okkar megin markmið. Sanngjörn skattheimta felst eðli málsins samkvæmt umfram allt í hóflegum álögum, að Íslendingar geti ráðstafað sem stærstum hluta tekna sinna sjálfir og þannig án afskipta ríkisins. Í þeim anda tóku fjölmargar skattalækkanir og ívilnanir gildi nú áramótin. Þessar breytingar eru allar hluti af skýrri vegferð
sem að við höfum verið á undanfarin ár til lækkunar á sköttum. Fyrst ber þar að nefna tekjuskatt einstaklinga en hann lækkaði í ársbyrjun önnur áramótin í röð. Við höfum verið að gera verulega breytingar á undanförnum árum og stigum frekari skref á þessu kjörtímabili. Þetta síðasta skref tók gildi núna áramótin, þannig lækkaði grunnþrepið úr 35% í 31,5% en hlutfallið var 37% árið 2019. Samhliða hækkuðu þrepamörk upp í bæði mið- og háþrepinu, flókið samspil, persónuafsláttar og þessara 3 þrepa en niðurstaðan sú að skattbyrði allra lækkar og við það aukast ráðstöfunartekjur verulega. Við verðum auðvitað minnast þess samhliða þessu að það að eiga sér stað breytingar á launum til hækkunar og við erum að því gefnu að við höldum aftur af verðbólgunni á mjög erfiðum tímum að leggja grunn að auknum kaupmætti heimilanna. Það skiptir gríðarlega miklu máli við þær aðstæður sem hafa skapast. Nú sama markmið býr að baki nýrri hækkun á skerðingamörkum vegna barnabóta sem munu auka ráðstöfunartekjur foreldra sem treysta á barnabætur og munar allt að 15% við þessa breytingu. Enn fremur hækka skattleysismörk erfðafjárskatts verulega úr 1,5 milljón upp í 5 milljónir. Breyting sem að tekur til megin þorra dánarbúa. Framvegis munu mörkin sömuleiðis taka árlegri breytingum ef við þróun á vísitölu neysluverðs sem kemur í veg fyrir að við þurfum stöðugt að uppfæra fjárhæðaviðmiðin. Held ég að sé mjög góð breyting hjá okkur að gera samhliða því að hækka frítekjumarkið. Nú, krónutölugjöld á eldsneyti, áfengi og tóbak eru að breytast þessi áramót og ég heyri umræðina sem neikvæð þá breytingu en ég verð að vekja athygli á því að hækkunin sem hér að ræða minni en það sem nemur verðlagsbreytingum og þess vegna í raun og veru frá sjónarhóli fjármálaráðherrans raunlækkun að ræða yfir tíma, raunlækkun. Þessi gjöld eru hins vegar há á Íslandi í alþjóðlegum samanburði og ég held að við séum komin að einhverjum ytri mörkum varðandi breytingar á þeim. Nú, ég vil hér sömuleiðis koma því að við höfum komið á sanngjarnara jafnræði í skattlagningu sumarhúsa og auka íbúða, þar að segja annarar eignar. Söluhagnaður sumarhúsa hefur langt skeið verið skattskyldur án undantekninga ólíkt því sem gildir aðra fasteign í sömu eigu. Hinn skattlagði söluhagnaður hefur svo leitt til bótaskerðinga sem bitnaði þungt á eldri borgurum vegna skerðinga í almannatryggingakerfinu og þetta við að leiðrétta áramótin. Mjög tímabær og mikið réttlætismál, tímabær breyting sem ég verulega ánægður með að þingið hafi samþykkt. Allar þessar breytingar eiga það sammerkt að létta róðurinn fyrir einstaklinga, gera kerfið sanngjarnara og stuðla að hærri ráðstöfunartekjum þannig að hjólin haldi áfram að snúast. Hvetjandi umhverfi skiptir svo ekki síður máli en hóflegar álögur. Fyrirkomulagið þarf að vera til þess fallið að hvetja fyrirtæki til að vaxa, dafna og ráða starfsfólk. Auk allra þeirra COVID-úrræða sem ég nefndi áðan höfum við beitt skattkerfinu markvisst að undanförnu í einmitt þessum tilgangi. Þannig lækkar tryggingagjald þótt tímabundi sé en það að lækka úr 6,4% í 6,1%. Þetta gjald hefur lækkað stöðugt undanfarin ár. Til samanburðar var það tæp 8,7% í ársbyrjun 2013 og tæp 7,4% í upphafi árs 2016. Við höfum sömuleiðis gert launagreiðendum kleift að fresta skattgreiðslum og innleitt 100% endurgreiðslu virðisaukaskatts í gegnum átakið Allir vinna sem hefur verið framlengt út árið 2021. Kannski ein ástæða þess að pallaefni virtist vera uppselt hér á höfuðborgarsvæðinu og víðar og alls konar aðra byggingarvörur. En þetta hefur skipt máli varðandi umsvif í þessum geira. Auk þessa þá flýttum við lækkun bankaskattsins, gerðum það snemma í þessu ferli, feldum tímabundið niður gistináttaskatt út árið 2021
ekki stór breyting en hún var táknræn strax í upphafi og skipti máli þannig að menn vissu á í hvaða umhverfi menn var að starfa þegar að það birtir að nýju til og við frestuðum gjalddögum opinberra gjalda svo ég tíni fátt eitt fleira til. Fljótlega munum við enn fremur kynna frekar frumvarp hvata fyrir fyrirtæki til aukinna fjárfestinga með flýtifyrningu eigna og sérstakri ívilnun vegna umhverfisvænna fjárfestinga. Þetta mál er að koma til umræðu í þinginu og samtök atvinnulífsins hafa bundið miklar vonir við að við getum örvað atvinnuvega fjárfestinguna en það einkum hún sem að liggur niðri nú. Ríkið að taka til hendinni og auka fjárfestingastigið. Sveitarfélögin ekki að fylgja eftir alveg að sama krafti en það sérstaklega atvinnuvega fjárfestingin sem ástæða til þess að hafa áhyggjur af og þessu frumvarpi telt fram inn í þær aðstæður til þess að vinda ofan af þeirri þróun. Í sama tilgangi höfum við svo lögfest ýmsa hvata fyrir almenning til að taka þátt í viðspyrnunni. Þannig nær frítekjumark vaxtatekna nú einnig til arðs og söluhagnaðar hlutabréfa í skráðum félögum. Þetta gildir hvort sem félögin skráð á aðalmarkað Kauphallarinnar eða á First North. Auk þess tvöfaldaðist frítekjumarkið áramótin úr 150.000 krónum í 300.000 krónur. Og með þessu trúi ég að við stór aukum hvata fyrir almenning til að taka þátt á markaði. Þannig vænkast hagur íslenskra fyrirtækja og á sama tíma fá einstaklingar tækifæri til þess að ávaxta sitt sparifé með fjölbreytnari hætti. Með fyrirhugaðri sölu hluta í Íslandsbanka í opnu útboði í vor mun fjárfestingakostum almennings svo fjölga en frekar. Loks má nefna mál sem mér sérstaklega hugleikið og liggur nú fyrir sem frumvarp á Alþingi. Þar lagt til að fólki verði heimilt að draga alltaf 350.000 krónur á ári frá skattskyldum tekjum sínum vegna framlaga til almannaheillarstarfsemi. Framlögin verða sjálfkrafa skráð á skattframtalið í samræmi við upplýsingar frá móttakanda styrksins, samhliða tvöfaldast frádráttarheimild atvinnurekanda vegna slíkra framlaga úr 0,75% af árstekjum í 1,5%. Þegar sú tala hækkaði úr 0,5% í 0,75% vegna ársins 2015 sáum við að gjafir og framlög jukust rúman þriðjung milli ára eða 1 milljarð króna. Ég ætla þess vegna að leyfa mér að binda væntingar við að tvöföldun þessarar viðmiðunar muni skila verulega auknum framlögum til almannaheillarstarfsemi og ég bara þeirra skoðunar almennt að skattkerfi okkar eigi að tala mjög skýrum orðum til allra þeirra sem að leggja á sig mikla vinnu í þágu samfélagsins í gegnum alls konar almannaheillarstarfsemi og segja við allt þetta fólk, við kunnum að meta það sem þau að gera. Mér langar að koma hér aðeins inn á gagnsæi. Mér hefur lengi verið hugleikið hvernig við komum betur öllum þeim upplýsingum sem við búum yfir í stjórnkerfinu á framfæri, bæði til þess að sýna betur nákvæmlega hvað að gerast en ekki síður að auka skilning á kerfinu og ég held að við höfum verið að gera góða hluti með úrvinnslu gagna en við getum gert miklu betur. Það var mikil framför þegar sundurliðun á greiðslum til ríkisins í formi tekjuskatts til ríkis annars vegar og svo hins vegar útsvars til sveitarfélags hins vegar var sundurliðuð þegar þessi sundurliðun var gerð. Þetta gerðist á álagningarseðlinum árið 2018 í fyrsta skipti og við sýndum svona skattprósentuna þína í fyrsta skipti. Þetta var mikið framför og það komnar frekar upplýsingar inn á álagningarseðlinn. Tækifærin gríðarleg með því að við erum að byggja á rafrænum framtölum og stöðugri stafrænni þróun hjá ríkinu og reyndar hjá hinu opinbera. Þetta er ákveðin fjársjóður sem við að sækja meira í og eitt af því sem ég hef verið að skoða eru fyrirmyndir annars staðar frá. Við vorum að skoða daginn til dæmis fyrirmynd frá Ástralíu þar sem að á álagningarseðlinum hægt að sjá sundurliðun upphæða sem að viðkomandi hefur greitt í skatta, hvernig það renna til ólíkra málaflokka sem að ríkið stendur straum af. Og reyndar kemur fram á álagningarseðlinum bara takk fyrir þitt framlag beinlínis í Ástralíu.
Þetta erum við að skoða og vinna með og ég bind vonir við að við getum strax við næstu álagningu hjá einstaklingum komið með frekari sundurliðun og greiningu og þannig dýpkað skilning skattgreiðenda á Íslandi á því í hvað skattpeningarnir okkar allra fara. Við erum með svo margt á prjónunum, fyrirhuguð, yfirstandandi og nýkláruð umbótaverkefni eru fjölmörg. Í ársbyrjun 2020 sameinuðum við embætti ríkisskattstjóra og tollstjóra undir hatti nýrrar stofnunar Skattsins. Þannig er álagning, innheimta og eftirlit nú á sömu hendi með tilheyrandi bættri þjónustu, aukinni skilvirkni. Í nóvember gerðum við reglugerðarbreytingu til að ýta undir komu erlendra sérfræðinga í fjarvinnu hingað til lands með tilheyrandi jákvæðum áhrifum á efnahag og mannlíf á Íslandi. Loks liggur nú sérstaklega spennandi frumvarp fyrir þinginu þar sem lagt til að embætti skattrannsóknarstjóra verði lagt niður og fært í sérstaka einingu innan Skattsins. Þannig eykst þungi og skilvirkni í baráttunni gegn skattsvikum með því að sameina eftirlit og rannsóknir vegna skattalagabrota undir einni stofnun auk þess sem við erum auðvitað að taka tillit til ábendinga frá Mannréttindadómstóli Evrópu. Á sama tíma sem sagt þá réttaröryggi einstaklinga styrkt með styttri málsmeðferðartíma, einfaldari málsmeðferð og við erum að draga verulega úr hættunni á tvöfaldri refsingu. Ég hef ekki komið hér inn á önnur stór umbótaverkefni eins og Ísland.is en allt þetta bara á sömu nótum. Við ætlum að halda áfram í þessum takti á þessum nótum á árinu 2021 með stöðugum umbótum, hóflegum álögum og hvetjandi umhverfi mun einkaframtakið taka myndarlega við sér. Það er það sem við þurfum svo nauðsynlega á að halda núna. Þannig verður viðsnúningurinn hraður samhliða því sem birtir til á næstu mánuðum með dreifingu bóluefnis. Kæru gestir, ég vil að lokum bara þakka ykkur fyrir áheyrnina. Ég vona að þið njótið dagsins á þessum óvenjulega fundi og allar þeirrar dagskrár sem að býður ykkar og hlakka til að hitta ykkur öll fyrr en síðar í eigin persónu á árinu. Við þökkum fjármálaráðherra fyrir þetta. Næst það Anna Hrefna Ingimundardóttir, forstöðumaður efnahagssviðs Samtaka atvinnulífsins. En hún ætlar að fjalla hvernig megi auka fjárfestingu með því að ryðja hindrunum úr vegi. Komið sæl og verið velkomin á skattadaginn. Mér langar að ræða aðeins mikilvægi fjárfestingar og hvað við getum gert til að ryðja hindrunum úr vegi þegar kemur að fjárfestingu. En arðbær fjárfesting undirstaða framtíðar hagvaxtar. Til að hægt sé að auka framleiðslugetu hagkerfisins, skapa nýjar stoðir útflutnings og byggja þannig undir aukinn kaupmátt heimila, þarf að fjárfesta í innviðum, tækjum og tólum. Því mikilvægt ef við viljum halda áfram að bæta lífskjör hér á landi, að ekki séu óþarfa hindranir í vegi þegar kemur að fjárfestingarumhverfinu. Á árunum fyrir fjármálakreppuna var mikill kraftur í fjárfestingu, en skarpur samdráttur fylgdi og varð framlag fjárfestingar til hagvaxtar neikvætt 4 ára skeið. Í kjölfarið kom tímabil endurreisnar efnahagslífs með tilheyrandi fjárfestingu sem náði þó aldrei alveg fyrir krafti. Framlag fjárfestingar til hagvaxtar hefur farið minnkandi frá árinu 2015 og hefur raunar verið neikvætt frá árinu 2018. Kórónuveirufaraldurinn hefur að sjálfsögðu sett strik í reikninginn en þegar var tekið að hægja verulega á. Í seinustu uppsveiflu sáum við ekki sömu aukningu í fjárfestingu og sést hefur á fyrri hagvaxtarskeiðum. En fjárfesting sem hlutfall af landsframleiðslu náði rétt svo 25 ára meðaltali á árunum 2017-2018. Ekki útlit fyrir að því meðaltali verði náð á ný á næstu árum, þrátt fyrir boðað átak í fjárfestingum hjá hinu opinbera. Fjárfesting dróst verulega saman á ári kórónuveirunnar. Á öðrum og þriðja fjórðungi ársins 2020 nam samdráttur milli ára 15–18%. Var þá aðeins verið að reka smiðshöggið á þróun seinustu ára en vöxtur fjárfestingar var þegar orðinn neikvæður á árinu 2018. Hið opinbera og íbúðafjárfesting hafa staðið fyrir vexti fjárfestingar seinustu misserin á meðan þó nokkur samdráttur hefur verið í almennri atvinnuvegafjárfestingu síðastliðin 3 ár. Ætla má að hið opinbera muni bera uppi vöxt í fjárfestingu á þessu ári þar sem fyrirséð að enn muni draga úr íbúðafjárfestingu. Þá vænta stjórnendur fyrirtækja ekki mikillar aukningar í fjárfestingu alveg á næstunni.
En að jafnaði það fjárfesting atvinnuvegana sem stendur fyrir megninu af fjárfestingu eða 50–70% af heildarfjárfestingu hvers árs, á meðan íbúðafjárfesting og fjárfesting hins opinbera standa fyrir 20% hvor. Framlag atvinnuvegana til fjárfestingar þó mun sveiflukenndara en framlag íbúðarhúsnæðis eða hins opinbera, enda leynast þar liðir svo sem skip og flugvélar. Nokkuð sterk fylgni á milli horfa framlegð annars vegar og fjárfestingu hins vegar, enda fjármunir til fjárfestingar oft teknir út úr rekstrinum. Þá velta fjárfestingar einnig á framtíðar rekstrarhorfum. Algeng viðbrögð við versnandi horfum og mikilli óvissu eins og þeirri sem skapast hefur í heimsfaraldrinum því að slá ónauðsynlegum fjárfestingum á frest. Í könnun Seðlabankans og Gallup frá því í haust kemur fram að svartsýni varðandi fjárfestingaráform jókst töluvert í faraldrinum. Síðastliðið haust töldu einungis 13% fyrirtækja að fjárfesting myndi aukast milli ára á meðan helmingur fyrirtækja sá fram á samdrátt. Ætla má að útgjöld til fjárfestinga hafi verið nær 15 lægri á árinu 2020 en á árinu 2019. 3 atvinnugreinar sáu þá fram á aukna fjárfestingu í könnuninni: verslun, sjávarútvegur og ýmis sérhæfð þjónusta. Ein leið til að auka við fjárfestingu að laða hingað til lands erlenda fjárfesta. Verðbréfamarkaðar á Íslandi eru smáir, grunnir og kvikir, en ýmis tækifæri eru til staðar þegar kemur að beinni erlendri fjárfestingu, sem það þegar erlendur fjárfestir á 10% eða meira af hlutafé í innlendu fyrirtæki. Kostir þess að laða að erlent fjármagn eru margvíslegir. Með auknu fjármagni fjölgar möguleikum til innlendrar fjárfestingar, áhættudreifing næst fram og þekking eykst með samstarfi við erlenda sérfræðinga. Sem dæmi má nefna að Eistland hefur markvisst unnið að því að skapa gott fjárfestingarumhverfi seinustu áratugi. Hefur landið til að mynda vermt toppsæti lista Tax Foundation yfir samkeppnishæf skattkerfi innan OECD 7 ár í röð. Þá lögð mikil áhersla á einfalt og gagnsætt regluverk og rafræna stjórnsýslu. Eistland því talið sérstaklega fjárfestingavænt umhverfi og sker þessu nokkuð úr þegar kemur að innflæði beinnar erlendra fjárfestingar samanburðarlandana seinustu 2 áratugi. Kórónuveirufaraldurinn og óvissan sem honum fylgir hafa vissulega ekki verið jákvæð fyrir beina erlenda fjárfestingu og áætlar OECD að hún hafi dregist saman að minnsta kosti 30% á heimsvísu á árinu 2020. Innflæði beinnar erlendrar fjárfestingar hefur verið að mestu jákvætt á Norðurlöndunum seinustu ár, ólíkt á Íslandi þar sem það hefur verið neikvætt allt frá árinu 2016. Lítur því út fyrir að árið 2020 hafi verið 5. árið í röð þar sem innflæði beinnar erlendrar fjárfestingar var neikvætt hér á landi. Í þessu samhengi ber að nefna að Ísland með meiri hömlur á beina erlenda fjárfestingu en hin Norðurlöndin og önnur ríki OECD. Vísitala OECD mælir takmarkanir landa á beint eignarhald erlendra aðila, mismunun í skimunar eða samþykktarferli þegar kemur að fjárfestingum, hömlur á ráðningar erlendra lykilstarfsmanna og aðrar takmarkanir á rekstur fyrirtækja, svo sem hömlur á meðferð eigna eða flutning fjármagns til heimalands. Flest lönd í OECD eru með einhverjar hömlur þegar kemur að nýtingu náttúruauðlinda eða eignarhald innviða og samgöngumannvirkja, rétt eins og Ísland. En á Íslandi eru þó meiri takmarkanir en að meðaltali í OECD í nær öllum atvinnugreinum. Skoða þarf hversu nauðsynlegar slíkar hömlur eru þvert á atvinnugreinar. Í því ljósi nýlegt framtak atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytisins samkeppnismat OECD á íslenskri ferðaþjónustu og byggingariðnaði til fyrirmyndar. Ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra óskaði eftir samkeppnismati hjá OECD á regluverki íslensks byggingariðnaðar og íslenskrar ferðaþjónustu. Var það mat stofnunarinnar að ýmis tækifæri væru til þess að draga úr óþarfa hindrunum í þessum atvinnugreinum. Alls voru 632 gildandi lög og reglugerðir skoðuð og var metið sem svo að þar væri að finna 676 mögulegar samkeppnishindranir. Af þeim hindrunum gerði OECD 438 breytingatillögur sem ættu að auka samkeppnishæfni þessara 2 atvinnugreina sem skoðaðar voru. Má þar nefna sem dæmi einföldun leyfisveitinga, afnám úreltra ákvæða í stöðlum, endurskoðun á byggingareglugerð, auki svigrúm í hönnun sem skapar hvata til nýsköpunar, einföldun á ferlum og endurskoðun á löggjöf og umgjörð löggiltar starfsgreinar. Ef öllum þessum hindrunum verður rutt úr vegi, gæti það skilað auknum efnahagslegum umsvifum sem nema 1% af vergri landsframleiðslu Íslands eða 30 milljörðum árlega. Í alþjóðlegum samanburði kemur Ísland almennt sæmilega út þegar kemur að rekstrarumhverfi fyrirtækja,
enda með sterka innviði og hátt menntunarstig, svo dæmi séu nefnd. Slíkur samanburður gefur okkur færi á að sjá hvar við erum að gera vel og hvar tækifæri liggja til umbóta. Á lista Alþjóðabankans sem mælir hversu auðvelt að stunda rekstur í hverju landi má til að mynda sjá að gera mætti umtalsvert betur þegar kemur að milliríkjaviðskiptum, öflun byggingarleyfa og öflun lánsfjár. Á þessum lista verðum við 27. sætið, en Danmörk, Noregur og Svíþjóð raða sér aftur á móti öll í efstu 10 sætin. Sé rýnt frekar í undirþætti listans sjáum við einnig að hin Norðurlöndin standa okkur framar á nær öllum sviðum. Við erum í 3. eða 4. sæti af 4 í öllum þáttum nema þegar kemur að aðgengi að rafmagni, en þar standa Svíar okkur þó framar. Tax Foundation mælir samkeppnishæfi skattkerfa OECD-landa og árið 2020 vorum við 30. af 36 sætum og föllum 2 sæti á milli ára. Við erum einnig eftirbáta Norðurlandana þegar kemur að fjölda tvísköttunarsamninga við önnur lönd, en þar erum við með nær helmingi færri samninga en nágrannar okkar. Mörg jákvæð skref hafa þó verið stigin að undanförnu í því skyni að örva fjárfestingu hérlendis og má þar nefna stór aukinn stuðning við nýsköpun, rannsóknir og þekkingageira. Erlendum sérfræðingum hefur verið gert auðveldara að starfa hér á landi. Endurgreiðslur vegna rannsóknar og þróunar hafa verið auknar sem og fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða í vísisjóðum. Lagt hefur verið fram frumvarp tekjuskatt sem heimilar hraðari fyrningu eigna og miðar að því að hvetja einkaaðila til fjárfestinga þar sem sérstök áhersla lögð á græna fjárfestingu. Þá hefur Kría, sprota- og nýsköpunarsjóður verið settur á fót í því skyni að efla fjárfestingarumhverfi sprota- og nýsköpunarfyrirtækja á Íslandi í gegnum fjárfestingar í vísisjóðum. Samdráttur í fjárfestingu var hafinn fyrir heimsfaraldurinn og verulega hefur dregið úr atvinnuvegafjárfestingu hér á landi að undanförnu. Ekki búist miklum viðsnúningi á þessu ári enda óvissan enn mikil og framlegð víðast minnkað. Jákvætt væri að fá aukna erlenda fjárfestingu hingað til lands. Þó að Ísland sé margt álitlegur fjárfestingakostur eru hömlur á beina erlenda fjárfestingu í öllum atvinnugreinum. Ísland heldur ekki ofarlega á lista þegar kemur að samkeppnishæfu skattkerfi. Þá mætti einfalda regluverk verulega eins og mat OECD gefur til kynna. Beinn stuðningur yfirvalda við nýsköpun og fjárfestingu jákvæður, en mestu máli skiptir að skapa almennt hagfelld skilyrði fyrir rekstur og þar af leiðandi fjárfestingu og atvinnusköpun. Höldum því áfram að styðja við fjárfestingu með því að einfalda regluverk, draga úr hömlum og ryðjum þannig óþarfa hindrunum úr vegi atvinnuskapandi fjárfestingar. Takk fyrir áhorfið. Við þökkum önnur efnu fyrir þetta áhugaverða erindi. Næstur Haraldur I. Birgisson, meðeigandi Deloitte og sviðsstjóri skatta- og lögfræðiráðgjafar. En hann ætlar að fjalla helstu skattalega breytingar síðastliðins árs og hvað framundan í þeim efnum. Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin á árlegan skattadag Deloitte, Viðskiptaráðs Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Ég heiti Haraldur Ingi Birgisson og sviðsstjóri skatta- og lögfræðiráðgjafar Deloitte. Það virkilega gaman að vera með ykkur hér í dag á þessum 18. skattadegi okkar, þótt við séum ekki komin saman í hörp eins og í fyrra, en við leysum það auðvitað bara með rafrænum hætti. Okkur telst til að á þessum hartnær 2 áratugum hafum 3500 manns sótt skattadaginn og af því erum við bæði virkilega stolt og þakklátt ykkur fyrir að sýna skattadeginum alltaf jafn mikinn áhuga. Nú að erindinu. Að venju þá mun ég fara stuttlega yfir helstu skattalega breytingar sem tóku gildi núna áramótin og raunar nokkrar sem tóku gildi fyrir árinu 2020. Þar ætla ég að reyna að stikla á stóru en frekari upplýsingar þær má finna í okkar árlega skattabæklingi. Hann hefur venjulega legið á borðum allra en enn og aðgengilegur með rafrænum hætti á vef okkar deloitte.is. Því til viðbótar þá ætla ég að segja ykkur stuttlega frá skattaróbotunum Steinþóri. En hugmyndin á honum fæddist á reglulegum fundi starfsmanna skatta- og lögfræðiráðgjafar í fyrra. Þetta skemmtilegt tvist sem sýnir hvernig sjálfvirknivæðing ferla getur skapað hagræði, jafnvel fyrir skattanörda eins og mig og fleiri. Förum þó í þessar helstu breytingar. Og byrjum á því að skoða þær breytingar sem varða skattlagningu einstaklinga. Þeim má skipta heilt yfir í 6 flokka. Fyrst má nefna tekjuskatt einstaklinga. Þar lækkar skatthlutfall í fyrsta þrepi 3% stig en skatthlutfall í öðru og þriðja hækka lítillega.
Persónuafsláttur lækkar sem nemur 4.000 krónum á mánuði. Tryggingagjald lækkar einnig 0,5 prósentustig og hefur nú staðið í stað eða lækkað fjölda ára í röð. Lækkunin nú jafngildir að gjaldið verði ekki lagt á þann stofn sem nemur kjarasamningsbundnum launahækkunum sem komu til framkvæmda nú áramótin. Þá má nefna að skerðingamörk barnabóta hækka, líkt og nefnt á glærunni. Þá voru gerðar nokkrar breytingar á fjármagnstekjuskatti einstaklinga en ég fer nánar yfir þær breytingar úr næstu glæru. Og að síðustu, þá skatthlutfall erfðafjárskatts óbreytt á milli ára eða 10% en arfur undir 5 milljónum króna nú undanþeginn skattlagningu og hækkar því þetta skattfrelsismark töluvert á milli ára. Eins og ég nefndi áðan, þá voru gerðar nokkrar breytingar hvað varðar fjármagnstekjuskatt einstaklinga, en þær eru einna helst tvær. Í fyrsta lagi, þá verður hagnaður af sölu frístundahúsnæðis færður í svipað horf og hvað varðar íbúðarhúsnæði. Það telst ekki til skattskyldra tekna. Sömu stærðarmörk munu eiga við og í tilviki íbúðarhúsnæðis, en þó gert skilyrði töluvert lengri eignarhaldstíma 7 ár frá söludegi í stað 2 eins og í tilviki íbúðarhúsnæðis. Þá líka gerð krafa að frístundarhúsnæði hafi verið nýtt af eigendum sem felur í sér að það megi ekki hafi verið í útleigu. Í öðru lagi, þá var frítekjumarkið tvöfaldað og sá stofn fjármagnstekna breikkaður sem fellur undir markið. Auk vaxtatekna nær þó nú líka til úthlutaðs arðs og söluhagnaðar en þó aðeins ef bréf að ræða í félögum sem skráð eru á skipulegum verðbréfamarkaði. Það ákveðin forgangsröðun í ákvæðinu, það að segja fyrst þarf að jafna tekjur á móti frádrættunum, vaxtatekjum á móti frádrættunum, því næst arðstekjum og lokum söluhagnaði. En markmiðið með þessum breytingum að bæði að auka skattalega hvatandi fjárfestingar en jafnframt að verja einstaklinga að einhverju leyti fyrir skattlagningu verðbóta. Nú ef við horfum aðeins á þessar helstu reglur sem snúa að fjárfestingu í hlutabréfum út frá starfsmönnum fyrirtækja, en þá gott að hafa þessa þætti í huga. Ef fjárfestir í svokölluðum 9. greinar kaupréttum, þá ekkert hámark á kaupréttinum en tekjur starfsmanns af þeim kaupum eru skattlagðar sem launatekjur þótt skattlagningu sé frestað þar til bréfin eru seld en þá stofnin frá nýtingu og til sölu skattlagðar sem fjármagnstekjur. Ef fjárfestir í formi kauprétta samkvæmt 10. grein sem þurfa að vera aðgengilegir öllum starfsmönnum og uppfylla fjölmörg önnur skilyrði, þá eru tekjur starfsmanna af þeim kaupum skattlagðar sem fjármagnstekjur. En hámark þessa kaupréttar var hækkað núna áramótin úr 600.000 í 1.500.000 fyrir hvert starfsmann. Nú ef þessi hlutabréfakaup starfsmannsins uppfylla skilyrði tekjuskattslaga kaup bréfa í smærri fyrirtækjum í vexti, þá getur starfsmaðurinn dregið 75% af fjárhæðinni vegna þessara kaupa frá tekjuskattsstofni að viðbættum fjármagnstekjum. Sá hinn sami getur þó ekki þegar kemur að sölubréfana nýtt sér frítekjumarkið þótt undir það falli nú söluhagnaður hlutabréfa því það afmarkað, eins og ég nefndi áðan, við sölu bréfa skráðra fyrirtækja sem falla ekki undir áðurnefnd skilyrði. Nú að venju þá voru gerðar nokkrar breytingar sem varðar bifreiðagjöld og við niðurfellingu virðisaukaskatts tiltekinna ökutækja og vert að nefna 4. Svokölluð þung hrein orku ökutæki, sannkallaðar tungubrjótur þar, sem eru sem sagt þau ökutæki sem ganga fyrir vetni eða rafmagni og eru þyngri en 3,5 tonn, falla nú undir sömu reglur og sambærileg léttari ökutæki, þar að segja greitt lágmarks bifreiðagjald. Þá voru ákvæði laganna vörugjald af ökutækjum rýmkuð þannig að ekki eru bara sendibifreiðar sem knúnar eru rafhreyfli undanþegnar, heldur líka annars konar vistvæn ökutæki til vöruflutninga í atvinnuskyni. Í meðförum efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis var jafnframt gerð breyting í þá veru að skráð losun ökutækja, bílalegu fyrirtækja, skal vera lækkuð 30% áður en til álagningar vörugjalds kemur. Þetta bráðabirgðaákvæði sem tekur til áranna 2021 og 2022, en það eru fjölmörg skilyrði sem fyrirtækin þurfa að uppfylla, þar á meðal að skuldbinda sig til þess að vistvænar bifreiðar verði tiltekið lágmarks hlutfall af heildarkeyptum ökutækjum þessi ár. Auk þessara 2 breytinga var jafnframt lækkun á vörugjaldi húsbíla framlengd og breytingar gerðar á bráðabirgðaákvæði virðisaukaskattslaga sem heimila niðurfellingu virðisaukaskatts af nýjum vistvænum ökutækjum líkt og rakið á glærunni. Nú auk þessara breytingar varðar tengiltvinnbifreiðar, þá voru ýmsar aðrar vaskbreytingar gerðar núna áramótin og að mínum mati stóðu þessar 5 helst upp úr en ég ætla aðeins að staldra við 2 af þeim. Annars vegar þá var vátryggingastarfsemi og sala og milliganga á fjármálaþjónustu felld undir undanþáguákvæði vasklaga í samræmi við þjónustu, banka, sparisjóða og annarra lánastofnana.
Þessari breytingu virðist í raun vera ætlað að festa í sessi gildandi skattframkvæmd en að einhverju leyti líka ætlað að skýra hana. Hvað það varðar má nefna að skattframkvæmd varðandi virðisaukaskatt og lánastofnanir hvergi nærri nógu skýr þrátt fyrir að þessar stofnanir hafi fallið undir undanþáguna allt frá því sá sem hér stendur var að hefja barnaskólagöngu. Það er því tími til kominn til þess að endurskoða vasklögin í heild sinni út frá þessum atriðum og fjölmörgum öðrum þáttum og býði ég auðvitað fjármálaráðuneytinu og stjórnvöldum hér með fram aðstoð Deloitte í þeim efnum. Hins vegar þá nú heimilt til lok þessa árs að falla frá eða fresta innheimtu og skilum virðisauka vegna fasteignaleigu. Þetta ákvæði tilkomið vegna umtalsverðs tekjufalls margra leigutaka, þá sérstaklega í ferðaþjónustu vegna heimsfaraldursins. Leigusalar sem hafa reynt að koma til móts við leigutaka með tímabundinni frestun eða niðurfellingu leigu, þeim hefur þó borið að standa skil á virðisaukaskatti af upprunalegu leiguverði og þurftu þau í raun sjálfir að fjármagna vaskgreiðsluna. Þessu hefur nú sem betur fer verið breytt, en að auki í takt við ábendingar Deloitte og fjölmargar annarra við frumvarpið, þá jafnframt heimilt að tilteknum skilyrðum uppfylltum að endurgreiða áður greiddan virðisaukaskatt með því að leiðrétta fyrri skil. Nú, undir mitt síðasta ár komu fram þó nokkrar breytingar á skattalögum sem vert að halda til haga hér en ég ætla að nefna stuttlega 4 af þeim. Í fyrsta lagi var gerð mikilvæg breyting á ákvæðum tekjuskattslaga svokallaða þunna eiginfjármögnun, þar sem eldra ákvæði var verulega óskýrt. Það fól í sér að vaxtagreiðslur undir 100 milljónir króna voru undanþegnar takmörkunum á frádráttarbærni og virtist vera að túlka þannig að ef greiðslur færu svo mikið sem 1 krónu yfir 100 milljónir, þá ættu þessar takmarkanir að fullu við heildargreiðsluna, sem best sýnilega var ósanngjörn niðurstaða. Nú eru þessar 100 milljónir orðnar að ákveðnu frítekjumarki í þessum skilningi og takmörkunin á eingöngum við þær vaxtagreiðslur sem fara umfram 100 milljónirnar. Í öðru lagi staðgreiðsla aðila sem bera takmarkaða skattskyldu af söluhagnaði hlutabréfa felld brott. Þetta skapar umtalsvert hagræði þar sem þessir aðilar hafa á grundvelli margra tvísköttunarsamninga geta sótt undanþágur frá þessari skyldu og nema endurgreiðslu til þeirra verulegum fjárhæðum. Þetta óþarfa flækjustig því nú farið auk þess sem þessi breyting ætti að auðvelda seljanleika hlutabréfa í íslenskum fyrirtækjum á alþjóðamörkuðum. Nú í meðförum efnahags- og viðskiptanefndar þá var sambærileg breyting gerð hvað varðar skráð skuldabréf, þar að segja skattlagningu vaxtatekna þeirra og vísa þar til þess að sú breyting myndi skipta sköpum fyrir velgengni skuldabréfaútgáfu fyrirtækja. Efnahags- og viðskiptanefnd lét ekki þar við sitja, heldur bætti við að arðgreiðslur milli hlutafélaga, einkahlutafélaga og samlagshlutafélaga væru jafnframt undanþegnar staðgreiðslu. Arður milli slíkra félaga ekki skattlagður, þar sem móttakandi þeirra hefur heimild til þess að draga greiðslurnar frá tekjuskattsstofni. Þessi skylda fól því í raun eingöngu í sér óhagræði fyrir greiðendur og móttakendur arðs. Í sömu lögum, og ég var að renna yfir, voru jafnframt gerðar fjölmargar aðrar breytingar og langar mig að tæpa á nokkrum þeirra. Í fyrsta lagi að þá var með lögum frá árinu 2018 álagningu einstaklinga og lögaðila flýtt og var þá birt mánaðamótin september-október í stað lok-október eins og var áður. Þetta hefur skapað veruleg vandkvæði sem í grunninn hefur aukið að óþörfu álag á fyrirtæki, fagaðila og ríkisskattstjóra og hefur sem betur fer verið fært aftur til fyrra horfs. Samhliða þessari breytingu var kærufrestur lögaðila styttur úr 3 mánuðum í 1 mánuð en hafði áður verið 60 dagar. Rökin fyrir þessari breytingu voru þau í raunar lengri kærufrestur hefði lengt þann tíma sem líður frá því að álagning birt og þangað til undir að úrskurðum kærur. En þó var sú breyting gerð að ríkisskattstjóri fær nú 3 mánuði í stað 2 til að afgreiða kærur og var svigrúmið því að einhver leyti millifært frá skattaðilum til ríkisskattstjóra en í þeim tilgangi þá að gefa meiri tíma til vandaðra vinnubragða. Nú að lokum hvað þessu lög varðar þá það atriði tengt svokallari tvöfaldri refsingu í skattamálum vegna dóma Mannréttindadómstóls Evrópu. Með lögunum kom til bráðabirgðaákvæði þess efnis að skattyfirvöld skuli ekki beita álagi á endurákvarðaða skatta ef mál skattaðila hefur einnig verið vísað til refsimeðferðar. Tilgangurinn var að lágmarka óvissu á meðan gengið væri frá varanlegum breytingum þessu tengdu. Bráðabirgðaákvæðið tók til ársins 2020 en þar sem það hafðist ekki að afgreiða þessar varanlegu breytingar fyrir lok árs þá var ákveðið núna áramótin að framlengja bráðabirgðaákvæðinu til 1. maí á þessu ári.
Auk þessa frumvarps breytingu á lögum varðar rannsókn og saksókn í skattalagabrotum sem í eitt og sér efni í sérstakan fyrirlestur, þá voru önnur frumvörp sem ekki hafðist að klára. Má þar nefna meðal annarra frumvarp skattalega hvata til lögaðila sem starfa til almannaheilla, en þar meðal annars að finna frádráttarheimildir til einstaklinga vegna fjárframlaga til slíkra aðila upp að tilteknu hámarki og frádráttarheimild lögaðila einnig hækkuð. Eins þarf að finna undanþágu fyrir þessi aðila frá tekjuskatti af tilgreindum fjármagnstekjum og frá erfðafjárskatti og fleira til að styrkja og efla skattalegt umhverfi þeirra. Frumvarp breytingu á ákvæðum tekjuskattslaga milliverðlagningu var heldur ekki klárað. Það felur meðal annars í sér að enn og aftur lagt til að ríkisskattstjóra verði heimilt að leggja á sektir á skattaðila ef þeir vanrækja að skjala viðskipti við tengda aðila, þótt hvergi sé rökstutt að þörf sé á slíkum sektum. Varðandi frumvarpið sem felur í sér hvata til fjárfestinga, þá afmörkunin þar við eignir sem teljast umhverfisvænar, þar sem þær falla undir tiltekna umhverfisflokka. En flýtifyrningin, hún á við eignir sem aflað á árinu 2021, sem getur þá leitt til lægri skattgreiðslna fyrstu árin eftir kaup og fyrningarálagið á við eignir sem aflað á árunum 2021 og 2022. Síðastnefnda frumvarpið felur meðal annars í sér rýmri samsköttunarheimildir en nú eru til staðar. Að auki þarna ákvæði erlent vinnuafl sem felur í sér að innlendir aðilar í byggingastarfsemi eða mannvirkjagerð sem nýta vinnuafl erlends aðila á grundvelli samnings útleigu vinnuafli, þeir geta í raun talist launagreiðandi starfsmanna erlenda aðilans með tilheyrandi skyldum. Ég vona að mér hafi tekist að gera þessum helstu breytingum ágætt skil á stuttum tíma. En eins og ég nefndi í upphafi erindisins, þá eru frekar upplýsingar að finna í okkar árlega skattabæklingi sem aðgengilegur á vefnum okkar deloitte.is. En á vefsíðu okkar líka að finna aðgengilegt yfirlit yfir þær fjölmörgu aðgerðir sem stjórnvöld hafa ráðist í á undanförnu tæpu ári til þess að mæta efnahagsáhrifum heimsfaraldursins. Þessar aðgerðir fela í sér fjölmargar ívilnanir fyrir fyrirtæki sem mikilvægt að rýna og meta hvort unnt sé að nýta. Þá að tækni undrinu skattaróbótunum Steinþóri. Eins og ég nefndi stuttlega áðan, þá var hugmyndin róbótan Steinþór til á reglulegum fundi skatta- og lögfræðiráðgjafa Deloitte. Þar sem það barst í tal að Steinþór Haraldsson, starfsmaður ríkiskostjóra, hefði nýverið farið á eftirlaun. Nú það ekki svo að við fylgjumst náið með hvenær opinberir starfsmenn fara á eftirlaun, en Steinþór hafði til margra ára af eigin frumkvæði og mikilli samviskusemi sent okkur og hundruðum manna reglulegar ábendingar áhugaverð atriði tengd skattamálum. Þar sem hann benti meðal annars á ný frumvörp, nefndarálit, lög sem og ýmsan annan fróðleik og við það sparaði Steinþór okkur og öllum hinum ómældan tíma við að þurfa ekki að fylgjast með framvindu fjölmargra mála. Þegar Steinþór lét á störfum þá myndaðist því skarð í þetta upplýsingaflæði. Þótt við séum auðvitað afskaplega glöð fyrir hans hönd að vera komin á bestaldur og vonum að njóti vel eftirlaunaáranna. En við ákvaðum á þessum ágæta fundi því að búa til róbóta sem ætlað að fylla þetta skarð til heiðurs Steinþóri Haraldsinni sem var svo almennilegur að leyfa okkur að skýra róbótan í höfuð á sér. En það ágætt að halda því til haga að róbótinn Steinþór ekki róbóti eins og á glærunni sem situr á skrifborði við hliðina á okkur og pikkar inn á tölvu. Heldur að ræða sjálfvirknivætt ferli þar sem forrit skrapar einu svona dag hátt í 40 vefsíður og undirvefsíður opinberra aðila. Því næst safnar hann þessu saman því efni sem hefur verið birt þann daginn býr sjálfkrafa til fréttabréf og sendir út á dag hvern á þá sem hafa skráð sig til leiks. Þótt að við lögfræðingarnir á skatta- og lögfræðiráðgjafa Deloitte séum tiltölulega fjölhæf, þá brast okkur tekníkunnidan til þess að láta Steinþór verða að veruleika. En þar komu kollegar okkar í upplýsingatækniráðgjöfinni til bjargar, en þau hafa unnið fjölmargar lausnir á sviði sjálfvirknivæðingar ferla fyrir stóra sem smá aðila sem öllum ætlað að auka skilvirkni og skapa þar með hagræði. Efni sem róbótinn Steinþór leitar að og skrapar dekkar allar helstu opinberu upplýsingaveitur sem tengjast skattamáli með einum öðrum hætti. Efninu skipt í 4 flokka frá Alþingi, skattyfirvöldum, öðrum stjórnvöldum og svo dómstólum. Má það nefna ný frumvörp í samráðsgátt stjórnvalda og fyrir Alþingi, álit tiltekinna nefnda Alþingis, orðsendingar, fréttir og úrskurðir RSK og yfirskattanefndar
svo að nýja dóma á öllum dómstigum sem varða skatta og gjöld með einum öðrum hætti. En þetta bara fyrsta útgáfan á róbótunum Steinþóri og frekari þróun handa við hornið. Ég hvet því alla áhugasama, hvort sem þið eru skattanördar eða ekki, til að skrá ykkur fyrir fréttabréfinu á deloitte.is og senda okkur ábendingar betrumbætur. Þá auðvitað von okkar að Steinþór, maðurinn sjálfur, verði ánægður með stafræna nafna sinn. Að þessu sögðu, þá þakka ég kærlega fyrir mig og ég vona að þið njótið dagsins. Við þökkum Haraldi kærlega fyrir áhugaverða yfirferð, en næst ætlum við að heyra í röddum atvinnulífsins. Það fer eflaust ekki fram hjá neinum að atvinnulífið glímir við gríðarlegar áskoranir þessa dagana og verður því áhugavert að heyra hvað þau Hrefna Björk Sverrisdóttir, framkvæmdastjóri Teist, Sigríður Margrét Oddsdóttir, framkvæmdastjóri Livju og Pétur Hafsteinn Pálsson, framkvæmdastjóri Vísis hafa að segja. Stærsta áskorunin sem veitingageirinn stendur frammi fyrir að tryggja rekstrarhæfi greinarinnar. Áður en COVID skall á var ljóst að greinin var orðin sliguð af háum launakostnaði en hlutfallslega hann sá hæsti í Evrópu. Hann stefnir í að verða 51,7% á næsta ári og það öllum ljóst að með slíkan launakostnað þá greinin ekki sjálfbær. Og ofan á það kemur hækkun á hráefniskostnaði vegna veikingarkrónunnar. Stærsta áskorunin því að tryggja rekstrarhæfi greinarinnar en þar þurfa atvinnurekendur, verkalýðshreyfingin og ríkið öll að leggjast á eitt. Það aðeins örfá ár síðan aðeins nokkri veitingastaðir voru starfandi í Reykjavík. En með tilkomu ferðamanna hefur þeim fjölgað gríðarlega á undanförnum árum og í dag starfa 12.000 manns í greininni og hún veltir 80 til 100 milljörðum á ári. Þetta því orðin gríðarlega stór og mikilvæg grein fyrir Ísland. Á þessum tíma hefur hins vegar aldrei verið farin í þá nauðsynlega vinnu að búa til það umhverfi, bæði með kjarasamningum, skattaumhverfi og öðru, sem nauðsynlegar til þess að greinin fái að vaxa og dafna og að hún verði samkeppnishæf við sambærilegar greinar í öðrum löndum sem með mun þroskaðra og betra regluverk sem henta greininni og starfseminni betur. Áskorun næsta árs fyrir veitingageirans, það að fara í þessa vinnu, gera greininni kleift að lifa af komandi ár og bjóða upp á þá gríðarlega góðu þjónustu sem hún hefur náð að gera síðustu árum. Ef við mættum breyta einhverju í skattkerfinu, þá væri augljóst að benda á áfengisskattinn, enda hann sá allra hæsti í heiminum og dregur úr samkeppnishæfni okkar í að laða að okkur erlenda ferðamenn. Enda það orðin hálfgerð vísitala hjá fólki að spyrja hvað kostaði bjórinn þegar maður spyr hvert fólk ferðaðist síðast. Þá vert að benda á að af þeim 12.000 manns sem starfa í veitingageirunum 50% starfsfólks með innan við 1 árs starfsreynslu. 79% í hlutastörfum og 65% eru undir 25 ára aldri. Auk þess þá myndi aðgerðir eins og lækkun á tryggingagjaldi á fyrstu 10 starfsmenn eða svo gagnast veitingageirunum mjög vel, þar sem að flest veitingahús hafa á bilinu 10 til 30 starfsmenn á sínum snærum. Virðisaukaskattur á matvæli mætti lækka úr 11% niður í 7% líkt og áður var. Aðgerðir stjórnvalda í heimsfaraldrinum hafa nýst misvel. Vissulega hefur hlutabótaleiðin nýst rosalega vel og hreinlega bjarga mörgum fyrirtækjum. Hins vegar hafa verið lagðar mjög miklar hömlur á starfsemi veitingahúsa vegna sóttvarna sem að sjálfsögðu við höfum öll verið boðin og búin að taka þátt í. Hins vegar, þar sem að fyrirtæki geta aðeins haldið uppi mjög takmarkaðri starfsemi vegna aðgerðina, þá hefði manni fundist liggja beinast við að ríkið hefði átt að stíga inn með beinum hætti, hratt og örugglega og með beinum styrkjum, líkt og gert hefur verið í öllum löndum í kringum okkur. Tekjufallsstyrkirnir eru slíkir styrkir en þeir hefðu því miður átt að vera löngu komnir til afgreiðslu. Þá höfum við einnig haft áhyggjur að þeir séu ekki hlutfallaðir en þeir miðast við ákveðin þrep og það veldur því að aðgerðirnar geta verið hreinlega letjandi. Styrkirnir miðast við mjög mikið tekjufall og því mjög líklegt að margir munu einfaldlega gefast upp eftir að hafa staðið vaktina og reynda að halda fyrirtækinu saman í marga mánuði og ákveða frekar að loka og minnka við sig eða ennþá verra að færa sig yfir í svarta hagkerfið.
Af þessu höfum við haft miklar áhyggjur og myndum kalla eftir aðgerðum sem hefðu meiri hvetjandi áhrif á greinina. Hvetjandi aðgerðir gætu til dæmis verið fólgnar í því að endurgreiða virðisaukaskattinn á ákveðnu tímabili. En þá væri bæði hvati í því að selja meira og einnig að hafa allt upp á borðum. Ef vel tekst til að endurmóta umhverfi veitingageirans framtíðin mjög björt. Við státum af fagfólki á heimsmælikvarða. Við erum með Michelin-staði, við höfum unnið gull á heimsmeistara-ólympíuleikunum og erum því með fagfólk í hæsta gæðarflokki. Matarmenning Íslands klárlega eitt af aðdráttarafli landsins og eru hágæði í matarupplifun og drykk þar mjög mikilvæg. Það því nauðsynlegt að vel takist til við að tryggja samkeppnisumhverfi þar sem við erum með alla burði til þess að vera meðal fremstu þjóða í heiminum í matargerð með öllum þeim ávinning sem því fylgir. Lyfja verslanakeðja sem hluti af heilbrigðisþjónustu Íslendinga. 3/4 þeirra 400 starfsmanna sem að vinna hjá Lyfju eru háskólamenntaðir heilbrigðisstarfsmenn. Á undanförnum mánuðum höfum við öll upplifað hversu brothætt íslenskt heilbrigðiskerfi Það má eiginlega segja að við höfum sett hagkerfið okkar á hold til að verja heilbrigðiskerfið og heilsu landsmanna. Stærstu áskoranirnar á þessu ári eru viðsnúningur, fjölgun starfa og verðmætasköpun. Ég trúi því að heilbrigði og vellíðan eigi að spila lykil hlutverk í viðspyrnunni. Íslendingar lifa lengur og það eru gleðifréttir. En staðreyndin sú að á næstu 50 árum mun fólki eldra en 50 ára fjölga 50% á Íslandi. Slíkri breytingu fylgja áskoranir. Og óháð kórónuveirunni þá höfum við undanfarin 20 ár séð heilbrigðisútgjöld aukast 8% á ári staðvirt. Það segir sig sjálft að slík þróun ósjálfbær. En ég vek athygli á því að það einn útgjaldaliður sem ekki hefur vaxið í sama takti og það lyfjakostnaður. Leiðin út úr kórónukreppunni, leiðin lengra nýsköpun, virkjun einkaframtaksins og markviss beiting skattkerfisins þegar kemur að heilbrigði og vellíðan. Ísland nú þegar háskattaland og ég ætla rétt að vona að þið ætlið ekki að nota daginn í dag til þess að ræða það hvernig við skattleggjum okkur út úr kreppunni. Þvert á móti þurfum við að fjárfesta og skapa okkur leið út úr kreppunni. Ég með þríþætta hvatningu til stjórnvalda hvað skattlagningu varðar sem ég bið ykkur að ræða. Í fyrsta lagi vil ég sjá skattkerfi nýtt til þess að hvetja en ekki letja fyrirtæki til þess að ráða fólk. Ég vil að dregið verði úr skattlagningu á laun og ég hvet bæði samtök atvinnulífsins og stjórnvöld til þess að kynna vel fyrir fyrirtækjum ráðningarstyrki sem í boði fyrir þau fyrirtæki sem ráða fólk á atvinnulífsinskrá í ný störf. Í öðru lagi legg ég til að við fylgjum fordæmum sem finnast á Norðurlöndunum og fellum niður virðisaukaskatt af lyfjum. Lyf eru lífsnauðsynleg vara og þau eiga ekki að bera virðisaukaskatt. Það í rauninni bæði óskiljanlegt og ósanngjarnt að vara eins og lyf séu í hæsta þrepi virðisaukaskattskerfisins á Íslandi. En í þriðja lagi langar mig til þess að hrósa stjórnvöldum fyrir áherslu þeirra á nýsköpun og skattaafslátt sem veittur til fyrirtækja sem stunda rannsóknir og þróun í þeim tilgangi að skapa ný verðmæti. En ég myndi vilja sjá stjórnvöld leggja alveg sérstaka áherslu á nýsköpun einkaaðila í heilbrigðisþjónustu og ég myndi líka vilja sjá skattaafslátt til fyrirtækja sem fjárfesta í heilbrigði starfsmanna sinna. Lækkum skatta á fyrirtæki sem fjárfesta í hreyfingu, heilsufarsmælingum og hollri næringu fyrir starfsmenn sína. Nútímalegt heilbrigði snýst nefnilega forvarnir en ekki lækningu. Ég trúi því að við séum að fara inn í nýtt tímabil sköpunar á sviði heilbrigðistengdar verslunar og þjónustu og við eigum að nýta krafta einkaframtaksins til að ná árangri. Við höfum öll upplifað undanfarna mánuði hversu brothætt heilbrigðiskerfið okkar þrátt fyrir gríðarlegan útgjaldavöxt undanfarna áratugi og við það verður ekki búið. Framundan aukin áhersla á nútímalegt heilbrigði en það þýðir heildræn, fyrirbyggjandi, stafræn og persónumiðuð nálgun.
og Íslandi eru fjölmörg frábær fyrirtæki á þessu sviði, eins og til dæmis Florealis, Oculus, Controlant, Ceresis, Epiendo, Cara, Genis, Corifarma, Nox Medical, Sidekick Health, Alvotech, Vaxa, Bláa lónið og Orf að óglemdri íslenskri erfðagreiningu. Þarna liggur framtíðin þegar kemur að verðmætasköpun og velferð. Takk fyrir. Hver skyldi vera grunnurinn að þeirri tækniframför og tækniþróun sem orðið hefur í sjávarútvegi undanfarin ár? Ég þetta með 10 evru seðil sem við skulum skoða hvaðan kom, hvernig honum skipt og eðlilega koma skattar þar mjög við sögu. Skattar eru grunnur að samneyslunni, það er ekki deilt. Þeir eiga að nægja fyrir henni og ekkert umfram það. Hins vegar verður alltaf skoðanmunur af því hversu mikil og í hvaða formi samneyslan á að vera. Þetta er til línudans sem pólitíkin dansar við fyrirtæki og fólk. Ég á því að þess minna sem almenningur og atvinnustur er skattlagður, þess öflugri verða fyrirtæki og einstaklingar. Og þannig aukast tekjur ríkissjóðs. Einnig að þegar skattar eru sanngjarnir, þá skila þessi betur en ef þeir eru ósanngjarnir. Eðli málsins samkvæmt eru skattar afgerandi breyta varðandi samkeppnishæfni á milli landa í sambærilegu starfsemi. Hér er mynd sem ég tók í verslun í Barcelona af kúnna sem að kaupa fisk frá okkur og eins og þið sjáið að þá réttur hún fram 10 evru seðil. Ég hef náð nokkrum góðum myndum að fólki kaupa fisk frá okkur í matvörubúðum erlendis og það er æði oft sem rétti fram þennan 10 evru seðil og fær þá fiskinn sinn afhentan yfir búðarborðið. Mér finnst þetta mynd alltaf vera svo táknræn það hvaðan uppruni teknanna er og hvað við höfum raunverulega til skiptana. Þegar selt er djúpt í markanum eins og þessu tilviki, þá verður cirka helmingur 10 evru seðilsins eftir til að mæta dreifingu, álagningum, launum og sköttum eða 5 evrur. Og það er svona 5 evru seðil sem verður eftir í Evrópu. Hann er notaður þar eðlilega og við reiknum með að svona cirka 2 af þessum 5 evrum fari í skatt og gjöld þar. Með þeim 2 evrum, eða af þeim, er sjávarútvegurinn í Evrópu styrktur og birtist okkur beint í samkeppninni hráefni neytendur. Styrkirnir þar skekkja því samkeppnisstöðu okkar verulega. Yfir hafið kom annar helmingurinn af 10 evru seðlinum, 5 evrur. Og af þeim 5 evrum sem komu til Íslands fara 2 beint í launakostnaðar hjá bolfiskvinnslu fyrirtækjunum. Önnur þeirra fyrir beint í skatt til ríkis og sveitarfélaga sem og til lífeyrissjóða og starfsmanna. Hinn fer til neyslu starfsmanna og skila sér þannig út í samfélagið. Þá eru 3 evrur eftir af þeim 10 sem komi úr veski neytandans á myndinni sem ég sýndi ykkur og fara 2 þeirra í annan rekstur svo sem aðföng og gjöld. Með þeim 2 evrum eru meðal annars veiðileyfagjöldin á Íslandi greidd sem aftur skekkir samkeppnisstöðu okkar í markaðslöndunum. Þá er eftir 1 evra af þessum 10 og hún hefur hingað til verið notuð til fjárfestinga, nýsköpun, vaxta og arðgreiðslna. Eins og þið sjáið og einfalt að reikna, það er 1 evra eftir af þessum 5 sem kom yfir hafið og fram að þessu hefur greinin trúað á fyrirsjáanleikann og hafa fjárfestingar í nýjum atvinnutækjum, nýsköpun, nýrri tækni og þróun tekið mið af því sem á markaðsstarfið sjálft. Nú eins og áður eru uppi sjónarmið hjá mönnum sem vilja að þeir sem treysta sér í mestu útgjöldin eru tilbúin að borga hæstu skattana þeir fá að veiða mest. Þetta er gert gegnum uppboð. Eðli uppboða í þessum atvinnurekstri er þannig að ef fyrirtæki tapar keppninni þá leggur það niður starfsemi sína mjög fljótt. Áður en að því kæmi myndi það samt sem áður reyna að halda sér á floti með því að nota þessa 1 evru sem það hefur í höndunum til að bjóða í veiðiheimildir fyrir að hann fá ekki neitt og leggja upp laupana.
Þannig eru viðbrögð fyrirtækja þau sem ekki ná að kaupa á uppboðum að draga úr nýsköpun, tækniþróun, fjárfestingum og arðgreiðslum. Til viðbótar við niðurskurð fyrirtækjana yrði afleiðingin sú að engir fjárfestar hefðu áhuga á fyrirtækinu og lánveitendur tækju með að þessu þegar þeir veittu lán. Spurningin hér er því sú hvort er betra fyrir samfélagið að fá þessa 1 evru strax í gegnum uppboðið eða láta hana fyrst flæða gegnum atvinnustarfsemina sjálfa. Ég deili skoðunum með þeim sem telja betra að láta fjármagni fljóti gegnum atvinnustarfsemina áður en að ríkissjóður tekur hann til samneyslunar. Þetta er besta leiðin og árangursríkust til að byggja upp stærri skattstofna til að standa undir því sem skattar sannarlega eiga að standa undir. Við þökkum fyrirlesurum dagsins kærlega fyrir sitt framlag og ykkur áhorfendum fyrir að taka þátt í þessum degi með okkur með þessu óvenjulega sniði í ár. Deloitte, Viðskiptaráðs Íslands og Samtök atvinnulífsins hlakka til að sjá ykkur að ári.